og þá byrjum við á kennsluáætluninni. Við erum stödd í viku 4 þar sem við förum í sleiturhringjarlausan rafala og það er kallað Marcon rafali og svo förum við í Stanford rafala og alternator sem er kallaður hérna samfasa rafali fyrir jafnstraumskerfi. Því þar breytum við reiðstraum, þriggja-fasa reiðstraumi í jafnstraum til þess að hlaða upp rafgeyminn og nota í önnur tæki í svona bæði bátum og farartækjum, bílum og slíku. Svo, þá förum við yfir í bókina. Hérna er sem sagt byrjakaflinn á sleiturhringjarlausum rafala og hvaða fyrirbæri þetta sleiturhringir? Jú, hérna í rafalasettinu eldra hjá okkur í stofunni þar sem við vorum í 18A verkefninu, þá er svona 2 hringir, svona messinghringir og við þá tengist kol, pluss og mínus inn á kolinn til þess að fá jafnstraum í gegnum pólhjólið. Og það er þetta eru sleiturhringir sem að, já, það er svolítið viðhald á kolum og þessum sleiturhringjum að halda þeim í lagi. Getur myndast svona blettir í þeim þar sem að gefur ekki gott samband og svona. Þannig að það er dálítið mikið viðhald á þessu. Og til þess að losna við þetta viðhald þá höfum við nýja útfærslu. Það er hreinlega sleiturhringjarlaus rafali. Þá yfirfærum við segulmögnunina með segulsviði sem að er í rafseglum allt í kringum þetta hjól hérna á snúðnum sem er segulmögnunar rafali í rauninni. Og ég ætla að sjá hvort að þessi græja virkar ekki hjá mér. En við getum teiknað þá í rauninni hérna í kring, hérna í húsinu eru þá seglar, rafseglar sem að til dæmis gæti skipst á sem sagt allan hringinn hérna, bæði á bakvið þetta hjól hérna sem við sjáum. Þá er svona rafseglar með vafningum. Hérna gæti til dæmis myndast norðurpóll, hann væri hérna fyrir ofan og næst suðurpóll og svo framvegis allan hringinn hérna. Næst getur verið suðurpóll og svo norðurpóll og suðurpóll. Getur verið allan hringinn, svona pólar í húsinu. Suður, svo kemur norðurpóll og suðurpóll og norðurpóll. Þannig að við sendum í rauninni frá spennureglinum, spennustillinum, straum, segulmögnunar straum inn á þessa segulpóla. Og þannig segulmögnum við hérna þennan part hérna, efsta partið og sem að framleiðir þriggja-fasa reiðstraum. Þannig að við fáum hann inn á brú með 6 díóðum. Það er þessi partur hérna. Og við fáum þriggja-fasa reiðstraum sem sagt hérna inn á, sjá hvort ég get breytt litnum, hérna inn á þessa brú hérna. Það eru 6 díóður inn á henni, þetta er svona kæliplata með 6 díóðum. 6 díóður. Og það er breyta þriggja-fasa reiðstraum frá þessu hjóli hérna í jafnstraum, pluss og mínus. Pluss og mínus sem fer inn á þessar spólur hérna. Þannig að við erum ekki með beint leiðið samband inn á þennan ás, heldur við fáum þetta með segulsviðs yfirfærslu. Segulsviðið frá þessum segulpólum hérna, það fer inn á þetta hjól sem er undir segulpólum sem er fastur í húsinu. Þannig að í staðinn þess að vera með tengingu með hérna kolum inn á sleiturhringi, það er mikið vandamál, mikið hérna viðhald, þá höfum við snertilaust samband inn á snúðinn með segulsvið. Sterkara segulsvið, þá fáum við hærri spennu út af rafal og öfugt. Þannig að segulsvið styrkurinn sem sagt, hann fer eftir náttúrulega hversu mikinn straum við setjum
inn á þessa póla. Ok, þetta er kallað Marcon rafali og tengimyndan á honum er þá hérna neðar. Það er þessi tengimynd hérna og þessi vöf sem er í húsinu sem ég sýndi ykkur, það er þetta hérna, þessi hluti 1 hérna. Það er það sem við fáum sendan jafnstraum frá spennustýringunni, þessari hér. Og það segulmagnar þessi vöf sem eru hérna, sem er merkt númer 2 hérna. Og svo sagði frá afriðlunum, hérna eru 6 díóður, það er merkt hérna númer 3. Hérna inn eru 6 díóður sem breyta 3 fasa reiðstraum í jafnstraum. Númer 4, það er pólhjólið. Það er þetta hérna sem skiptist á suðurpól, norðurpól, suðurpól, norðurpól. Hérna eru 4 pólar, eða þetta eru 2 pólpör. Og muniði, til þess að framleiða 50 rið með þessu pólhjóli, þá þurfum við að snúa því 1500 snúninga, formúlan er þannig, við segjum tíðnin 50 rið sinnum 60 deilt með pólparafjöldanum. Og þannig eru 2 pólpör og þannig að það verða 3000 deilt með 2, þá fáum við 1500 snúninga á mínútu. Þessi rafali þarf að snúast þess að framleiða 50 rið. Akkurat. Síðan, hérna númer 5, þetta eru bara sátrið, þetta eru vöfin sem eru fyrir utan pólhjólið og pólhjólið snýst þarna inn í og spanar upp spennu og straum í aðalsátrið sem er hérna númer 5. Og þaðan tökum við sem sagt út til álagsins, til notanda og við tökum líka hluta af spennu þaðan inn á spennustýringuna. Það kemur hérna inn á, sem sagt, inn á L1 og L2. Og úr þessari spennu búum við til segulmagnarstrauminn sem fer síðan hérna frá X og XX inn á segulvafið hérna í húsinu á rafalanum, segulmagnar rafalanum. Þannig að í þessum rafala er rauninni 2 rafalar og það er, sem sagt, fyrir rafalinn, það er segulmagnar rafalinn, það er þessi hluti hérna. Svo er aðalrafalinn, það er rauninni þessi rafali hér. Það er pólhjólið og aðalsátrið. Það er aðalrafalinn. Segulmagnarrafalinn er númer 1 og 2. Ok. Þetta er Marcon rafalinn. Síðan skoðum við næst hérna Stamford rafalan. Þá bætist við hérna á ásinn síseglar. Það er þessi partur hérna. Þetta eru síseglar. Hvað þýðir það? Jú, það er bara fastir segulpólar sem að það er bara söður, norður, söður, allan hringinn. Norður, söður, norður, skiptist á alltaf hérna. Og þetta snýst alltaf og framleiðir spennu í sátri sísegulrafalans, hann er bara hérna út á endanum og það sátur er sýnt þá hérna sem 6B og það kemur hérna 3 fasa rafmagn inn á spennustýringuna. Það er síðan afriðað og við stjórnum segulmagnarstraumnum inn á hérna númer 1 sem eru segulpólarnir fyrir utan þetta hjól sem er komið þarna, sem er eftir uppi, sem er númer 2. Og þetta er unni restinu alveg eins og við skoðum aðan. Þetta er vöfin í segulmagnarrafalanum. Nú eru konið 3 rafalar inn í þennan eina rafala. Það er sísegulrafalinn, þessi hérna. Það er aðal segulmagnarrafalinn og megin rafali hérna, aðalrafalinn. 4 er pólhjólið, 5 er sátrið sem að framleiðir til álagsins. Og síðan fáum við sem sagt raungildi á spennunni hérna inn. Ef að það er að lækka spennu út af rafalanum, þá eykur hann bara segulmagnarstrauminn hérna inn á segulpólana í húsinu til þess að fá meiri segulmagnarstraum og hærri spennu aftur upp ef að álagi eykst.
og svo öfugt, ef að álagið minnkar þá leitast spennan við að hækka aftur eðlilega, léttist á rafalan og hærri spenna, þá þarf í rauninni minni segulmagnastraum og þá svona ef að spennan ætlar að hækka þá dregur spennustýringin úr segulmagnastrauminum inn á segulpóluna og þá verður spannast upp minni spenna hér og þá lækkar spennan og lækkar segulmagnastraumurinn inn á pólhjólið og þar með lækkar spennan og verður aftur eðlileg út af sátrinu, út á álagið. Þannig virkar þetta allt saman í hring. Svo þetta hérna yfirlitsmyndin yfir Stamford rafalan. Hérna svo tengimyndin á þessu, sem sagt hér lengst til vinstri, þetta eiginlega snýst við verðum eiginlega snúa við hérna pólhjólinu. Sjáðu hérna lengst til hægri, þar var sísegulrafalinn. Nú hann kominn á þessari mynd hérna fyrir neðan lengst til vinstri. Sjáðu, hérna sátrið í húsinu sem þar sem að síseglarnir snúast. Við getum kannski teiknað síseglana hér. Hérna væri síseglarnir og hérna væri ásinn. Síðan kemur næst segulmagnarafalinn. Hann kemur hérna sem að framleiðir þriggja-fasa rafstraum sem kemur hérna 3 fasar hérna inn á brúna. Hérna kemur brúin og það var hérna, já ok, þetta var númer 1 hérna, það voru segulpólar, segulmagnarafalins. 2, það var þessi hluti hérna sem framleiddi þriggja-fasa spennu fyrir brúna. 3, það var alvegriðsbrúin með þessum 6 díóðum hérna, sjáðu. Þessar hérna díóður, sýndar hérna, 6 díóður. Þessi díóð hérna, straumskipti díóðan, hún til þess að þegar við lækkum spennuna niður, að þá segulmagnið sem ennþá til staðar í pólhjólinu, það myndar sá straumur hérna í gegnum straumskipti díóðana. Því að þá myndar, hérna ef að lækka spenna, þá myndar plús hérna við segulvaf að pólhjólsins og sá straumur fer þá gegnum díóðana svona. Þannig að þá hringar þessu straumurinn hérna hægt og rólega niður þegar við erum að lækka niður spennuna til dæmis, eða við erum að taka úr gangi. Þannig að það skemmist þá ekki brúin eða neitt svoleiðis. Þannig að straumskipti díóðan er nauðsynleg til þess að eyða þessu afli frá segulvafinu hérna. En síðan fáum við aðal sáturvefin, þau verða fyrir áhrifum þá þessa segulsviðs frá pólhjólinu. Pólhjólið, það hefur áhrif hérna á aðal sáturvefin. Sjáu þetta ekki fyrir ykkur. Hérna myndast fyrst spenna í þessu sátri frá sísegulrafalan. Aflið fer inn á spennustýringuna. Spennustýringin gefur straum, segulmagnastraum, jafnstraum inn á þessa póla sem eru alveg í kring í húsinu, kringum þetta hreyfanlega sátur hérna, eða hreyfanleg vöf. Og frá þessum 3 vöfum myndast þriggja-fasa spenna inn á brúna sem að býr til plús og mínus, jafnstraum í gegnum pólhjólið, aðalpólhjólið og síðan framleiðum við og spönum upp spennu í sátrinu. Þá erum við komið með 3 rafala inn í einu húsi, inn í einum rafala. Ljómandi. Þá hérna erum við komin í gegnum það efni og eina sem við ætlum að tala í sambandi við viku 4, það alternatorinn. Drífum í því og þá getum við farið að skoða dæmin. Hérna þessi samfasa rafali. Hann samfasa rafali vegna þess að hérna eru
þetta pólhjólið sem búið til úr einni spólu en svo myndast sem sagt norðurpóll öðru megin og suðurpóll hinum megin út af spólunni hérna. Við vitum náttúrulega ekki hvort hvað, en hér eru sleiturhringir ennþá. Hafið þið skoðað alternatorran í bílum hjá ykkur? Ekki ennþá sleiturhringir í alternatorranum í dag? Kol og sleiturhringir? Jó, það það ennþá. En kannski ef að við verðum ekki komum öll þá á rafmagnsbíla í framtíðinni, þá kannski verður segulsviðið yfirfært í staðinn fyrir að vera með þetta hérna. Þegar það er það minna slit og kannski endast alternatorran ennþá lengur. Því að þetta er náttúrulega ekki mikill straumur sem fer þetta, en þetta náttúrulega eyðist. Kolin eyðast náttúrulega og það þarf að skipta kol í þessu og það er ákveðið viðhald. Hérna höfum við líka 6 díóður og við skoðum þessa rás hérna, þá er þetta þessar 6 díóður hérna sem við erum að afriða frá 3 fasa vafi sem er hérna í húsinu. Þetta hérna númer 5, þetta er sátruvefin og af því að spólan hérna og þetta pólhjól, þetta snýst á fullu og hérna sjáum við að við erum með pluss og mínus hérna, kol inn á sleiturhringina, þar sem við fáum segulmagnastraum inn á og það er sérstök spennustýring við alla svona alternatora sem hérna spennan er stjórnað út af rafalanum inn á rafgeyminn til dæmis, eða hleðsluspennan, kannski stilt á 14,8 volt, vitið þið það? Hafið þið mælt það hjá ykkur? Hvað hún er há? Getur verið cirka það bil 14,8 volta hleðsluspenna og það er fengið fram með því að senda ákveðin straum inn á pólhjólið. Ef að þessi straumur myndi lækka, þá myndi hleðsluspennan lækka. Þannig að þessu öllu saman stýrt viljandi til þess að fá rétta hleðsluspennu á rafgeyminn. Ef hún verður of há, þá skemmið þið rafgeyminn, ekki satt? Ef þið farið alveg upp í 15 volt, þá er það of há hleðsluspenna, til dæmis, fyrir svona venjulega rafgeyma. Þannig að ég held að 14,8 volt sé svona, eða er það 13,8 volt? Er það 14,8? Ok. Þannig að hérna, þetta er svona, við sjáum það líka ef við prófum að tengja svona álagsprófunartæki á rafgeymi, þá sést ofta á skjánum þar sem sagt hvað er eðlileg hleðsluspenna og líka þegar við prófum rafgeymina hvað spennan dettur mikið niður. En þetta er alternatorinn hjá ykkur í flestum bílum og náttúrulega eru ekki með þá í rafmagnsbílum. Það er náttúrulega allt annar búnaðar. Þar eru við með sem sagt mótor til þess að knýja, rafmagnsmótor til þess að knýja bílinn áfram, en svo erum við með fullt af rafgeymum til þess að hlaða hleðslustöðum og síðan notum við þá hleðslu til þess að knýja bílinn áfram. En þetta var alternatorinn, eða með öðru orði sem sagt samfasa rafali fyrir jafnstraumskerfi og hann er kallaður hérna, samfasa rafali hér. Þá erum við búin með þetta efni hérna og þá förum við að skoðum dæmi sem að þið er kannski að vinna í og það er dæmi til dæmis 21 til 24, við skulum fara í það núna. Í næstu viku þá förum við í samfösun meira og samkeyrslu rafala og tökum þá dæmi líka 25 og hérna og þessi dæmi sem eru úr rafalum og undirbúum okkur fyrir þá prófið í sambandi við rafalana. Til að benda ykkur á
áður við hættum, það hérna á innunni undir efni. Þar erum við með svona hjálparefni til þess að æfa okkur fyrir próf í svona hlutum. Það hérna stuðningshefti og það kannski ekki alveg búið að fara yfir öll svörin í þessu en það búið að fara yfir rúmlega helmingin af þessu efni. Og þetta svona efnið þar sem að nemendur hafa verið að æfa sig fyrir próf og á ýmsum spurningum sem að hérna koma fram og til þess að rifja upp efnið líka. Hérna kemur stuðningsheftið sem sagt og hérna til dæmis hæggenga rafala, annars vegar það eru margir pólar á þeim pólhjólum og svo hérna hraðgengi rafali eins og í gufutúrbínum og slíkt. Það bara eitt pólpar, bara norður og suður. Þeir snúast mjög hratt, til dæmis eins og við 50 rið þá snúast þeir 3000 snúninga á mínútu. Og svona ýmis atriði hérna sem að gott að rifja upp fyrir þetta próf. Og hérna rafalana, sem sagt Stanford-rafalana og síðan Markov-rafalana þarna fyrir framann. Og svona ýmsar spurningar hérna sem þið getið farið í gegnum. Þetta ekki með í því að þetta fyrir hérna mótora, það í næsta kafla og þetta allt fyrir mótorana. En hérna eru einhverjar spurningar varðandi rafalana og kannski seinna líka dæmi úr rafalakaflanum líka. Þannig að það ágætt að skoða þetta. Eitt hérna atriði varðandi samkeyrslurafala, sem úr 18a verkefninu til dæmis, að hér línurit þar sem sýnir ef að við erum með bara raunálag, þá þurfum við kannski örlítið meiri segulmagnastraum því sem að raunálagið eykst. Ef við hins vegar erum við með marga mótora í sambandi við og það þýðir spanálag, þá þurfum við að auka segulmagnastrauminn talsvert mikið. Kósins phi 0,8, þá þurfum við að auka segulmagnastrauminn til þess að halda réttir spennu út af rafalanum. Hins vegar ef við erum með rýmdarálag eða þétta, mínus 0,8, þá myndum við þurfa að draga úr segulmagnastraumnum til þess að halda réttri spennu út af rafalanum. En við gerðum mælingu þar sem að við fórum á sama álagsstraum í hreinu raunálagi á móti hreinu spanálagi og við sjáum það að við þurfum miklu meiri segulmagnastraum við meira spanálag og það ástæðan sú að segulsvið sem að myndast í sátrinu, það vinnur á móti segulsviði pólhjólsins. Það sjáum við í kafla snúðspyrnu í bókinni. Aðeins útskýrt þá erum við hættum, það hérna og hér, já hérna sjáum við hérna að ef við erum með hreint raunálag þá sjáum við það bæði smá sem að segulsvið í sátrinu sem myndast þar að vinnur bæði með en samt aðeins meira á móti segulsviði pólhjólsins. Kemur hérna aðeins inn á pólskóin hérna. Þannig við þurfum að auka aðeins við segulmagnastrauminn við aukið raunálag. Hvað gerist svo þegar við setjum spanálag á rafalann? Þá þetta spanálag með segulmagnastraum hérna sem að í hámarki á móti segulsviði pólhjólsins. Þannig að það vinnur gegn
seglun pólsjósins svo við þurfum að auka segulmögnunarstrauminn til þess að vinna á móti þessu segulsviði frá sátrinu. Þess vegna þurfum við miklu meiri segulmögnunarstraum þegar við erum með spanálag. Þar erum við í spanálaginu, þá erum við með straum á eftirspennu og það er á svona tæplega 90 gráðu fasa við spennuna og þess vegna verður þessi áhrif sem er kölluð sáturspyrna. Hún segulsvið í sátrinu vinnur á móti seglun pólhjólsins. Það er ástæðan fyrir því að við þurfum ennþá meiri segulmögnunarstraum þegar við erum með spanálag. Hins vegar, ef við erum með rýmdarálag, þá vinnur segulsviðið frá sátrinu með seglun pólhjólsins. Þannig að þess vegna þarf að draga úr segulmögnunarstraumnum til þess að fáum rétta spennu frá rafalagnum. Þetta er þegar við erum með þétta í sambandi, eða mikið rýmdarálag, það er margir þéttar í sambandi. Þá vinnur sáturspyrnan alveg þveröfugt, hún vinnur með seglun pólhjólsins og hjálpar til við segulmögnun rafalans. Já, þetta var mismunandi áhrif spanálags á rafala og segulmögnun rafala og hins vegar rýmdarálags. Og þetta er svona atriði sem getur verið eitthvað í varðandi prófið, fyrsta prófið. Ljómandi, þá segjum við þetta gott í bili og förum að reikna.